Hérna þá vængurinn kominn svona nokkurn veginn. Ég búinn að líma frambrún, afturbrún og enda á hann og hefla það niður gróflega með heflinu mínum. En það sést að þetta er ekki mjög slétt. Þannig að næsta skrefið er að taka þetta hér og renna því aðeins á vænginn og pússa hann niður. Sem sagt, pússi vinnan og þá bætist rykið við spænina sem eru komnir. Nú er ég búinn að hefla hérna 45 gráðu fláa þar sem ég ætla að rúna. Og fyrstu viðbrögð sem maður gæti haldið það væri að fara með rúningnum með sandpapirnum. En Gummi Haralds, vinur minn, hann sýndi mér, eftir ég hafi gert þetta í mörg ár, rúlað svona, að þetta er rangt. En það var ég aldrei sérstaklega ánægður með rúningana sem ég fekk. Þeir voru ekki jafnir. Hann sagði, þú ert að snúa fara með pappirinn í hina áttina. Og svo sýndi hann mér, það er eiginlega ekki hægt að útskýra þetta. Hann sýndi mér að maður þarf að fara með pappirinn úr 180 gráðum svona yfir í 90 gráður svona. Þetta læra þeir í vélsmiðinni að gera þetta með þjölónar sínum. En þetta virkar alveg jafn vel með pappirnum. Og það er að prófa hérna. Þetta er ekki hreyfing sem maður geti ímyndað sér að væri sniðug, en hún virkar alveg einstaklega. Og út af þessu kemur fallegur og jafn rúningur. Svona. Nú get ég farið bara með sandpapír í hendinni á þetta til að jafna þetta til. Því að þetta var bara gróft og ég endaði með mjög grófan pappír. Hérna þarf ég að taka líka á endan hérna, hornið, taka rúning og það er hægt að gera það nákvæmlega eins. Þá leggur maður sandpapírinn bara svona og fer með hann fyrir hornið. Þá kemur svona fallegur rúningur. Svona. Svo fer ég með sandpapírinn á það í hendinni og jafna þetta út. Nú ætla ég að jafna þetta út, ég er búinn að rúnna báðum megin, ég ætla að jafna þetta aðeins, gera þetta sléttar og fínna. Og þá fæ ég mig bara svona pappír, brýt hann í þrennt til þess að hann sitji vel. Og svo renni ég honum bara með trefjónum. Þá sléttast þetta út og jafnast. Og nú er endinn orðinn fínn og jafn og fallega rúnaður. Nú er ég búinn að forma vængina alveg til og nú hef ég teiknað hérna á það sem ég þarf að skera af þeim. Nú er þetta svakalega fínir og ég þarf að byrja því að hakka það í sundur. Fyrsta lagi hallastýrið. Það er hérna. Það er 3 tommu breitt og 14 tommu langt og útlínunar á hallastýrinu eru hérna strikkaðar með blýanti
Síðan ég búinn að gera 2 strik, 3 mm á sitthvoru megin við, sem að sýna þar sem ég þarf að skera. Þetta sker ég vegna þess að síðan ætla ég að klæða hérna á þetta með 3 mm valsa. Hérna eru 13 mm á milli hérna, vegna þess að það þarf að koma gat hérna undir. Hallastýrið lamirnar í hallastýrinu eru að ofan og þess vegna verður svona breitt gat að niðan og ekkert gat ofan á. Hérna sjáum við hinn vænginn, hérna sjáum við ofan á hann og þá klæðist algjörlega hérna í kringum hallastýrið og kemur alveg ekkert bil hér. Hérna þarf síðan servóið að koma. Á orginal teikningunum að þá er það sýnt alveg beint hérna upp frá miðjunni, frá segja endanum, innri endanum á hallastýrinu. Mér finnst betra að hafa það aðeins inn í, þetta eru nokkri sentimetrar að skipti kannski ekki öllum á laðinni, en ef hornið er hérna, frekar en hér, þá hafa svona betra átak á það. Annað sem ég hef líka breytt í sambandi við hallastýrin er að ég er búinn að hliðra þeim inn hérna 1 tommu. Á orginalunum að þá kemur hallastýri bara út úr endanum og en ég er búinn að færa það til. Ástæðan fyrir því er svo að enda hvirfillinn sem kemur hérna þegar flugvélin flýgur, ef að hallastýri nær út fyrir, þá hefur þessi endahvirfill áhrif á hallastýrið og reynir að lyfta því upp eða niður eftir átökum. Og það verður til þess að servóið er alltaf að vinna gegn því. Svona tunga utan við kemur í veg fyrir þetta. Getur líka komið í veg fyrir að það myndist flötter í hallastýrið ef þetta er svona. Þeir sem eru mjög fyrir því að gera quickfly nákvæmlega eins og var í orginalinu, þeir eru náttúrulega á móti þessu. Síðan er hérna strikið viðbót. Hérna þarf ég að skera fyrir kubb sem að festir hjólastelli niður. Þessi kubbur lítur svona út og þarna er rás fyrir hjólastellið. Þennan kubb þarf ég að grafa þarna ofan í. Eitt þarf ég að gera í viðbót sem ég ætla að sýna ykkur núna rétt á eftir. Það er að koma gati héðan og út í rótina. Það er náttúrulega fyrir þarna leiðsluna að servóinu. Nú er ég búinn að stilla vagnum upp og setja þessar rás hérna því að ég ætla að hýta endan á þessum teini, leggja hann hérna ofan í og ýta honum svo inn í þangað til að ég er komin að þessu striki hér. Þá hef ég verið komin nógu langt til þess að ég geti fundið síðan endan á gatinu þar sem servóið kemur. Að reyna að ná þessu vel heitu. Það þarf kannski ekki alveg að vera rauðglóandi, en það er gott að það sé mjög heitt til þess að ýta því alla leið inn í og gera sæmilega stórt gat fyrir leiðslurnar. Svona, þá legg ég þetta bara hérna í og ýti þessu inn í. Hítinn bræðir brauðplastið og teinninn nær að fara alla leið. Nú er hann komin alla leið, þá get ég tekið hann út aftur. Hann er ennþá vel heitur, þannig að ef ég vil víkka gatið þá bara hita ég hann meira og fer aftur honni og stækkar gatið örlítið. Svona.
Og hérna þá komið gat í vænginn sem að liggur alla leið að servónu hér. Þarna liggur þá leiðslan. Hérna ég búinn að skera balsan ofan af þar sem að servóið kemur og nú hægt að losa frauðplasti hérna úr með ýmsum aðferðum. Ég hérna með litla sög sem ég fekk á internetinu. Það má gera þetta með járnsög eða hverju sem maður þarf bara að stinga hérna með rólegheitum niður með hliðunum og saga frauðplastið til þess að fá það nokkurn veginn slétt. Það má hugsanlega líka nota heitan lóðbolta til þess að bræða það burtu, en mér finnst alltaf að fara of mikið þá. Það fer meira heldur en bara það sem ég vil að fara í. Þannig að ég fer varlega með hita hérna. Svona, nú er ég búinn að losa með hliðunum og þá nota ég lítinn meitil, eða í þessu tilfelli skurðarjárn, til þess að kraka frauðplastið upp úr. Besta hjálpartæki sem hugsast getur í þessu tilfelli núna er ryggsuga. Þannig ég ætla að kveikja á ryggsugunni og sýna ykkur hvernig ég losa þetta úr. Og nú er frauðplastið farið úr.